Komið sæl og verið velkomin í fréttir vikunar með Snorra Másinni ritstjóra föstudaginn 5. apríl 2024. Það nýr mánuður með nýjum tækifærum. Ég birti í vikunni brot úr aðal apríl ljóðinum á X. Það Eyðilandið eftir T.S. Eliot í frábæri þýðingu Sverris Hólmarssonar. Apríl grimmastur mánaða, græðir grös upp úr dauðri moldinni, hrærir girmdum saman við minningar, glæðir vorregni visnaða rætur. Þetta ótrúlega ljóðlist. Hvernig dettur í hug að segja að mánuðurinn apríl hræri girndum saman við minningar? Það aðeins skáldum sem dettur það í hug. En við erum ekki ljóðlistinni hér í dag. Við erum í fréttum vikunar, hörðumálunum, ekki mjúkumálunum. Það afskaplega mikið að gera eins og endranær. Að vera, segi ég, eins og endranær. Og hætti að ekkert annað komist að en forsetakosningarnar. En eins og þið þekkið þá látum við ekki málefni líðandi stundar kæfa okkar sannleiksleit á öðrum sviðum. Það margt annað að vera í þessum þætti sannarlega. Það leiknadráp, það hatursorðræða, stríðsrekstur, hagnaðardrifin leigufélög. Tökum það fram með þetta. Við erum ólíkt flestum öðrum fjölmiðlum sem lest að horfa á íslenskum miðlum ekki háð styrkjum frá menningarmálaráðherra. Við erum á frjálsum markaði í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Myntkaup eitt þeirra. Myntkaup. Þess að dagana eins og þau kunna hafa orðið vör við uppsveifla á rafmyntamarkaði. Það eru Íslendingar sem vilja prófa sig áfram í smávægilegum fjárfestingum á því sviði. Sumir eru stórtækari, flestir Íslendingar gera það, skilst mér í gegnum Myntkaup. Fleiri en 14.000 viðskiptavinir eða 13.000. Þetta vottaður aðili með leyfi frá fjármálaeftirlitinu, þannig að þetta örugg og einföld leið til að kaupa rafmyntir. Annar samstarfsaðili Þorgrímsson. Þetta byggingarvöruverslunin sem býður þér upp á svona alvöru hágæða efni á öllum sviðum á góðu verði. Flísar á baðherbyggi, eldhúsi, búnaður til að bæta hljóðvist í ákveðnu rými. Hljóðvistin hér í boði Þótt Þorgrímsson og margt fleira. Þótt Þorgrímsson og sá næsti Reykjavík Fótó. Hefur þú farið og kíkt á Reykjavík Fótó? Ertu stundum að hugsa, ég væri til að búa til betra efni, í betri gæðum, með betra hljóði, með betri mynd, betri lýsingu. Það ótrúlegt, ef svo að þú hafir ekki ennþá farið í Reykjavík Fótó á Laugavegi til þess að skoða þetta dót og fá það á sanngjörnum verði, raunverulega samkeppnishæfu. Betra verði en annars staðar, ég get sagt það, betra verði en annars staðar. Það ekki úr vegi að hefja þetta henni í dag á forsetakosningunum auðvitað. Þegar við erum að taka þetta upp ennþá óljóst hvernig málin þróast, hvort að Katrín bjóður sig fram þótt að maður auðvitað gerir ráð fyrir því. Mér sagt að tíðinda sé að vænta í dag þegar þeir eru að horfa á þetta á föstudegi, en ég sel það ekki dýrar en ég keypti það. Nóg að gera hjá ritstjórunum og það vildi svo til að ég náði að hitta á Guðna T.H. Jóhannesson, fráfarandi forseta á Bessastöðum í gær. Ég tók hann stuttlega tali. Guðna, það vill bara svo vel til að ég var hitt í heimsókn með þýskum blaðamönnum og þetta annarsum vika hjá þér, eða ekki annarsum vika hjá þér, þú ert kannski rólegur en það mikið að gerast í þjóðinu og mikið verið að ræða forsetaembætti. Hvernig horfir þú á þessu umræðu? Við sitjandi hérna ennþá, næstu 2 mánuði? Já, við tökum bara því sem að höndum ber. Nú eru forsetakosningar í vændum og mínu kjörtímabili lýkur núna 31. júlí og forsetakjör 1. júní. Margt fólk hefur áhuga á því að gegna þessu embætti. Það vel, við fögnum því. Svo sjáum við hvað setur. Við njótum þeirra forréttinda hér á Íslandi að kjósa okkur þjóðhöfðingja í frjálsum og lýðræðislegum kosningum. Auðvitað má horfa til þess hvernig þær fara fram lögum og stjórnarskrá samkvæmt. Þetta svolítið skrítið. Það svolítið skrítið að sjá alla þessar frambjóðendur og vita til þess að það verði ekki kosið á milli tveggja vinsælustu. Vissulega, það má svo sem skoða það. Ég leyfi mér samt að nefna. Það hefur einungis einu sinni gerst í lýðveldissögunni að forseti sem kjörin fyrsta sinni fær meirihluta atkvæða. Okkur hefur samt tekist, okkur Íslendingum, að kjósa okkur forseta sem við höfum ágætlega unað við þótt sú manneskja hafi ekki hlotið endilega meirihluta í fyrstu atrennu. En allt má þetta skoðast og verður örugglega gert eftir þessar kosningar eins og raun hefur verið áður. Við vorum 9 í kjöri 2016 og svo umræða sem uppi núna nokkurn veginn nákvæmlega eins og umræðan sem uppi var þá. Rétt að lokum, ég veit að þú blandar ekki í kosningabaráttuna. Þú sagðir hérna áðan við okkur varst að tala svona þín skilaboð til þeirra sem vilja verða forseti. Hvað hvað ber að hafa í huga? Ef að menn vilja þetta og verða þetta, hvað hefur þú lært og hverju myndir þú miðla til þeirra? Ég myndi auðvitað segja hið sjálfsagða að það vandfundið
embætti hér á landi eða staða sem eins virðingarverð svo má að orðið komast og fólk þarf að gæta því. Það hefur verið einstakur heiður að gegna þessu embætti hvern einasta dag en vissulega fylgja þessu miklar annir en ég hygg nú að öll þau sem hafa áhuga á því að gegna þessu embætti geri sig grein fyrir því. Þannig að mín ráð eru eingöngu þau að átta sig vel á því hvaða skyldur og hvaða annir fylgja því að gegna embætti forseta Íslands. Bara nú að vesen. Nei, það voru ekki mín orð, það voru þín orð. Það eru mín orð. Takk hérlega fyrir þetta Guðni og látum við svo lokið hérna bestu. Já, þetta gleymist auðvitað að ef maður lesi þetta sem Guðni að segja þá er þetta áhugavert skilabóð. Hann að segja að það eru raunverulegar annir í þessu. Guðni með 5 börn og maður þarf að færa þessar fórnir í þessum bransa þannig að hann hætti eftir 8 ár og maður skilur þetta þannig að hann hafi einhvern veginn bara fengið nóg að þessum önnum öllum þótt maður skuli ekki fullir þeim hér en hann miðlar því að fólk átti sig á ábyrgðinni og átti sig á önnunum sem þessu fylgja sko þetta eins og þetta blasir við manni núna barátta milli Höllu Tómasdóttur, Jóns Gnar, Katrínar Jakobsdóttur og Baldurs Þórhallssonar með fullri vinningu fyrir öðrum frambjóðendum auðvitað getur þetta vissulega breyst en þetta eru svona þeir 4 sem að sé fyrir sér að muni berjast þetta 2 kallar og 2 konur Halla Tómasdóttir mældist á sínum tíma með 1% fylgi en hlaut svo 28% fylgi og sótti verulega á undir lok kosningabarátturinnar 2016 þannig að það getur sannarlega allt gerst. Ég rek mig í eitt í þessu máli. Ég er búin að fylgjast með þessum 5 böndum. Ég rek mig í eitt. Skulum kíkja þessu klippu að þeir tala allir þessi frambjóðendur á blaði. Kíkjum hérna á til dæmis Jón Gnar og fleiri. Kæru Íslendingar. Ísland hefur verið mér gott og alltaf haft eitthvað fyrir mig að gera. Forseti á undantekningarlaust að tala fyrir friðsamlegri lausn deilumála og grunnstefið í málflutningi forseta á ætíð að vera að tala fyrir friði, að tala fyrir. Já, þannig að Baldur að tala fyrir friði. Margir segja náttúrulega hans í svakalegu stríðshaukur, mikill NATO-maður, mikill varnarliðsmaður. Ég er þetta ekkert frá því að það sé eðlileg nálgun á þessum 40 tímum. En ég veit ekki, þetta er náttúrulega, hver segist ekki tala fyrir friði? Hernaðarandstæðinga típurnar segja að Baldur sé ekki að tala fyrir friði þegar hann talar varnarmál og annað eins en það auðvitað skilgreining atriði, höldum áfram. Forseti Íslands gegnir mikilvægu hlutverki. Halla högtir aðeins. Það er þeim að kenna. Þykir vænt og skilur mikilvægi hverrar mannesku. Frá áramótum hefur fjöldi fólks haft samband við mig og skorað á mig að gefa kost á mér til embættis forseta Íslands. Og hvers byggðarlags okkar einstöku þjóðar, án tillits til pólitískra dægurmála. Forseti þekkir uppruna okkar og rætur. Það eru mörg kölluð, en það er svo þjóðin sem velur sér sinn forseta. Mörg kölluð Jón Gnar er sýktur af því sem sumi kalla woke heila vírusinn. Nei, djók, en hann er með þetta hræðilega kynhlutlausa mál sem margir hafa tekið upp, mörg hafa tekið upp. Í þessum myndbrotum þá eru öll að tala af blaði. Ég meina, myndi maður ekki sem forseti tala beint til fólksins. Það er líka til eitthvað sem heitir prompter, þar sem að menn lesa af skjánum það sem þeir eru að lesa. Maður myndi vilja ræðu skörun hvort að Baldur er eiginlega af þessum myndbrotum sem maður horfði á vegna þess að það var náttúrulega klippt þarna brot úr hans ræðu en ég myndi að hann var í skástur á þeim af því að hann talaði meira minna blaðlaust í sínu dæmi en samt svona einhvern veginn hann vill þetta svo mikið, maður finnur það og raun og gildi það alla þessa frambjóðendur kannski núna, Jón Gnar, Höllu Tómasdóttur, Baldur Þórhallsson, þessi sem eru komið fram þegar ég er að taka þetta upp, að þau vilja þetta mjög mikið sko, þóttu þetta séu þetta alltaf eftir miklar áskorunir og annað eins. Kannski Jón Gnar, að maður fá það minnst á tilfinningar með hann að hann vilja þetta svona ótrúlega mikið. En sko ég furðaði mig á Jóni Gnar í hans ávarpi, fínasta ávarp, þetta er í Jónshúsi og hann er þarna bara að flytja þetta ávarp til þjóðarinnar. Ég skil ekki að það var ekki zoomað út og hann var á nærbuxunum að lesa þetta eða svona hann hafi, þú veist, hlegið einu sinni eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst þarna
ef hann vill vinna þetta á kostnað hinna sem eru, þú veist, innan úr kerfinu, innan úr pólitíkinu, innan úr viðskiptalífinu, ef hann vill vinna þetta þá finnst mér að hann þurfa að marka sér sérstöðu sem hann hefur, sem er að vera fyndin og hlæja og gera eitthvað skrítið í stæðin fyrir að laga sér bara að hinum og mér fannst það í svo ávarpi eins og þetta væri bara einhvern veginn hann að herma eftir forseta þannig að það væri það sem maður myndi kalla eftir frá Jóni sko Baldur mælist í könnun, það var könnun, mælist í könnun prósents með langmest fylgja af þessum frambjóðendum, 27% var könnun sem var gerð fyrir hans frambóð, það voru einhverjar aðferðir í þessu til þess að láta örugglega koma vel út fyrir hann en enga síður, 27% mælist hann með meir en Katrín mælist mest hjá efnameira fólki, mér finnst það mjög áhugavert, hún er ekki sami það er ekki sami sósíalista bragur yfir henni og ætti að vera, eða var það nokkur sinni, er ekki Vinstri grænir bara liberal globalista flokkur í raun og veru mér finnst það er mín tilfinning, það er minn skilningur á Vinstri grænum og Katrín auðvitað í sínum alþjóðastörfum hefur auðvitað verið slík fígúra í augum fólks með þessi klassísku libbamál Katrín er náttúrulega ekki tilkynnt frambóð forlega þessu stíð og við veikjum athygli á því að þótt að Baldur sé að mælast hár núna og eitthvað svona eins og við sögum með Höllu, hún mælist með 1% og endaði 28% og mælist með 11% endaði 28%. Þetta breytist mjög hratt og sko mánuðin tveir sem eru framöndan eru mjög spennandi og mér fannst maður fá svona smá smjörþefin af svona, ég ætla ekki að segja bitur en svona hörkunni sem getur hlaupið í þessi mál þegar þarna Baldur var í samfærandi viðtali, nei ekki samfærandi, hann var smá samfærandi, hann var í viðtali hjá Gunnari Smára og hann var, já þá var hann svona allt í einu komin í þetta hlutverk að vera svolítið pirraður og harður og hálfpartinn að vara Katrínu við að bjóða sig ekki fram einhverjum fannst að Baldur hefði bara hreinlega farið svolítið fram úr sér í þessu viðtali kíkjum aðeins á það Það er náttúrulega mjög athyglisverð staða að sitjandi forsætisráðherra er að velta fyrir sér að bjóða sig fram og það verður bara gaman að takast á við hann í kosningunum Já, einmitt, ef hann kemur fram sem hann gerur nú bara ráð fyrir en sko það kemur náttúrulega alltaf stjórnmálaskýrandinn upp í mér sko og sko ef að Katrín Jakobsdóttir býður sér fram til forseta þá er það sko tvennt sem liggur því til grundvallar sko annarkvort er hún að ekki að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er ríkisstjórnar samstarfi í uppnámi og stjórnarkreppa í landinu eða ef hún er að gera þetta í samráði við samstarfsflokka sína og þá er hún og það verður skipt forsætisráðherra í samræði við hana og samstarfsflokkarnar og þá er hún orðin sko beint þáttakandi í myndurinn ríkisstjórnar sem hún ætlar að vera forseti yfir og ég eiginlega veit ekki sko hvor sko leiðin eða scenaríóið eða sletti er verra að sko að sitjandi forsætisráðherra sem vill verða forseti hún myndi stjórnarkreppu eða myndi eigin ríkisstjórn sem ætlar að vera yfir Hún er náttúrulega frambjóðandi þá stjórnarflokkana í kosningum. Já, ég meina hvernig á hún að geta haft aðhald með þeim verkum sem er á meirihluta þingsins eða stjórnvöldum. Já, eða þá að þetta leiði til stjórnarkreppu og stjórnarkrísu. Það er mjög alvarlegur hlutur, hvað sem okkur finnst úr ríkisstjórnina. Og ekki kannski þess virði fyrir að ein manneskja sé að færa sig á milli starfa. Þetta snýst orðið eitthvað annað en málefnin eða stöðuleika eða hagsmuni þjóðarinnar. Þetta snýst orðið eitthvað annað. Já, maður sér þarna sko að það er komin svona það er komin harka eða þú veist, snýst orðið eitthvað annað svona ég veit ekki, Baldur svona í því hlutverki sem hann hefur verið á undanföndum árum þá hefur hann ekki verið svona mikið að rífast eða stofna til deilna við fólk sko þannig að það er svolítið áhugavert að sjá hann er lúmskur og kannski að Baldur verði bara svolítið lúmskur í þessari baráttu og muni bara sækja á og samfæra fólk mér finnst það svona mér finnst ég sjá nýja hliða á honum þarna og kannski að hann sé lúmskari en við höldum, það er punkturinn minn í þessu að vísu hugnast ritstjórunum alls konar orðræða frá Baldri ekki, hann er mikill svona hefur áhyggjur af haturs orðræðu og upplýsinga óreiðu í heiminum svona þessi tísku hugtök sem við höfum vara við
og við erum einmitt að fara að fjalla núna, þess vegna er ég að segja það, við ætlum að fara yfir í annað, við ætlum að láta þessar kosningapælingar að baki, það er lítið hægt að segja þetta í raun og veru, einmitt núna. Við ætlum að fara yfir í annað, fréttir frá Skotlandi sem vöktu athygli þeirra sem hafa áhyggjur af sífellt einmitt, vaxandi tilhneigingu vestrænna lýðræðisríkja til að þrengja tjáningarfrelsi fólks undir því yfirvarpi að verið sé að verja lauslega skilgreinda fórnarlambshópar frá hatri og ofbeldi. Ég er að segja að þessar fréttir vöktu áhyggjur fólks sem hafa áhyggjur af þessu yfirvarpi frá einmitt vestrænum stjórnvöldum sem lítur að því að ná þéttari tökum á tjáningu fólks á forsendum þess að sé verið að verja fólk frá svo miklu hatri. Það voru ný haturslög sem tóku gildi í Skotlandi á mánudaginn sem fela lögregluyfirvöldum það verkefni að fylgjast mun betur en áður með tjáningu borgara og leggja mat á kvartanir sem þessum sömu yfirvöldum berast að þessi eða hinn sé að stunda hatursorðræðu á netinu. Hatursorðræðu löggjöf hefur verið í gildi í Skotlandi fram að þessu en nú er verið að útvíkka hana og þrengja hana á herðana þannig að ná í líka til aldurs og fötlunar, trúarbragða, kynhneigðar og kynvitundar. Töluvert er deilt þennan síðastnefnda þátt kynvitundina en það lét einn ráðherrann skoski hafa það eftir sér að það væri innan ramma þessara laga sem menn gætu verið sóttir til saka fyrir að miskynja fólk, eins og það er kallað, að vísa til upprunalegs líffræðilegs kyns þeirra ef þau skilgruna sig sem annað kyn núna. Það er að miskynja og þessi skoski ráðherra sagði að það væri ekkit óhugsandi að menn gætu verið sóttir til saka fyrir það eitt að nota rangt kyn og Harry Potter höfundurinn J.K. Rowling hefur farið mikinn í þessu umræðu, hún hefur lengi talað gegn þessum breytingum öllum og hún tók fjölda dæma af líffræðilegum körlum í kvennafangelsum eða eitthvað svoleiðis, birti eitthvað lista af því og neitaði að kalla á konur og hún skoraði á lögregluna að handtaka sig af því að hún er að mótmæla þessum hertu lögum sem lögreglan að vísu gerði ekki. En það er sem töluvert mikill hiti í þessari umræðu enda eru stjórnvöld þarna á grundvelli tiltölulega almennra skilyrða að þá er að tala um að ef fólk er að hvetja til haturs eða hvetja til mismununar þá er fólk á þeim, stjórnvöld á þeim grundvelli að hóta því að refsa fólki og þá er spurningin auðvitað hvenær hvetum að til haturs, hvenær hvetum að til mismununar, er maður að hvetja til haturs eða hvetja til mismununar með orðunum sem maður segir og svörin við því eru og verða í flestum tilvikum hápólitísk. Það er að segja, spurningin er þá viljum við hafa hápólitískan refsiramma sem er mjög auðvelt að misbeita gegn borgurum. Það er spurningin hérna. Og það er það sem menn er að vara við. Og ég held að maður þurfa að hugsa, ef maður er heilshugar með þessu, að með því að herða löggjöf á sviði tjáningar í nafni þessara sjónum með hatur, vernd gegn hatur og svona, ef maður er 100% að styðja svona breytingar, þá verður maður, ef maður ætlar að vera vitsmunalega heiðarlegur, þá verður maður að það er allan að hollt að prófa að snúa dæminu við, að prófa að taka svona löggjöf og segja, ok, látum þessa löggjöf gilda, að það sé hægt að refsa fólki á grundvelli tjáningar fyrir á svona loðunum forsendum. Prófum að snúa dæminu við og prófum að sjá fyrir sér að hin hliðin í menningarstríðinu, þessi sem manni finnst vera svona full af hatri og öðru slæmu, að hin hliðin myndi taka við stjórnartaumunum í landinu og fara að sækja menn til saka fyrir tjáningu. Þú veist, sú hlið, hún ætti vafalaust auðvelt með að festa fingur á hatri eða mismunun í máli þinnar hliðar. Þannig að þegar þetta er skoðað svona, þá á að renna upp fyrir manni fljótlega að þetta er hálslóð að feta að fela lögreglunni meiri háttar eftirlitshlutverk með tjáningu borgara. Það er hálslóð. Engu að síður er tíðarandinn allur á þá leið á Vesturlöndum, ekki síst innan Evrópusambandsins, að herða tökin á tjáningu borgara. Það er einfaldlega það sem er að gerast. Þetta trufla íslenska stjórnmálamenn ekki mikið, þeir hafa ekki miklar ágjörð á þessari þróun. Öllu heldur gengur Katrín Jakobsdóttir meira að minna í takt við þessa þróun með sínum sérstaka áhuga á hatursorðræðu og öðru og já, þá bara í aprílgabbi Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar sem skilaboðin meikuðu sens á þessu sviði. Hann var eini stjórnmálamaðurinn sem ég sá íslenski sem brást við þessum breytingum í Skotlandi. Hann birti svona einhverja í aprílgabbi falsaða yfirlýsingu frá íslensku stjórnvöldum þar sem þessi aðför skoskra stjórnvalda að tjáningarfrelsinu var fordæmd.
já, þetta var þessi fölsk yfirlýsing, hún var aldrei gefin út, en já, það segir mikið hugafarið að þetta birtist okkur aðeins í aprílgabbi. Ágefni frá Skotlandi, aðra leiðir til að glíma við átök í samfélaginu en að herða tökin á tjáningu borgara með lögum. Svefn, við ætlum að fara yfir í annað. Svefn stór mál þegar kemur að lýðheilsu þjóðarinnar og það liggur meira og minna fyrir að við sofum ekki nóg. Svefnfræðingurinn Matthew Walker gerði garðinn frægan á sínum tíma með bók sinni Þess vegna sofum við og Walker ennþá að rannsaka þessi fræði ennþá í viðtölum og svo framvegis og hann var til viðtals hjá Andrew Huberman, þessum fræga heilsu hlaðvarpara, átti vissulega að slaufa Huberman á dögunum með grein í New Yorker eða New York Magazine þar sem að held ég að punkturinn til þess að slaufunum og hann held ég sá að hann hafi átt í ástarsambandi við fleiri en eina konu í einu en það mistókst að slaufunum og hann í fullu fjöri. Walker var allir viðtals hjá Huberman, fáum brot. If your alarm clock didn't go off tomorrow morning, would you sleep past your alarm clock? And if the answer is yes, which for many people it will be, then you're not getting enough sleep. You know, no other species as well, by the way, artificially terminates their sleep. It's so interesting. But we humans will do it. We will wrench ourselves out of sleep. Now, I told you that regularity is key, and I do have an alarm clock. I usually wake up close to it or a little bit before it. So I do advocate an alarm clock. In fact, I would argue that you should have 2 alarm clocks. You should have a to-bed alarm clock and a to-wake alarm clock. You know, we only, most of it... Já, þetta Matthew Walker að sjá hann að skjóta þarna upp kollinu á netinu. Leiddi hugan að síðasta skipti sem ég sá hann í viðtali, Matthew Walker, sem var í Kveik, þeim íslenska rannsóknarblaðamennsku þætti Ríkisútvarpsins, hann var í Kveik, Matthew Walker, nýlega held í febrúar. Þar tók henni ágæti blaðamaður Ingólfur Bjarni Sigfússon ágætt viðtal við Walker mikilvægi góðs sveps og gerði þessu málefni mjög góð skil, en viðtalið við Walker var ekki mikilvægast augnablik þess að þetta. Ingólfur Bjarni, blaðamaðurinn, fór nefnilega sjálfur í einhvers konar heilsu rannsókn í þættinum, þar sem, og bara ég man alltaf eftir þessu, og þar sem við fengum þetta atriði, kíkjum á það. Við það stunda reglulega hreyfingu á kæfisveps. Hérna sjáum við fituprósentu, 24,2, 23 kíló, heldakílóin af fitu og svo það hérna BMI. Og þetta segir okkur þú ert aðeins í yfirþyngd. Já, þannig að... Þetta er ekki satt. Sko, þetta aðeins í yfirþyngd myndaði þér á Viktinni klukkan 9 kvöld á þriðjudegi dagskrár sjónvarpsins. Sko, ég vann í sjónvarpi og ég veit að það er mjög auðvelt að klippa svona út. Þetta atriði hefði alls ekki þurft að vera í þættinum en það var samt haft inni. Þetta einhver ný róttæk gagnsæði stefna hjá RÚV. Auðvitað virðingarvert hjá kónginum Ingólfi Bjarna Sigfússyni sem kemur til dyrana eins og hann klæddur. Sannarlega 24% fita. Ég held að það sé það er alls ekkert svo slæmt, þetta gæti verið tölvöld verra. Fyrsta skrefið er auðvitað að sína frá því í ríkisútvarpinu þegar maður stígur á viktina. Ég var bara að sína þetta Ingólfi Bjarni óneitanlega, hann er eitt sympatískasti sjónvarpsmaður ríkisútvarpsins, verður að segjast, mér þykir mjög ættu þennan mann. Og við stuðum hann áfram til góðra verka, en þetta er moment í sjónvarpi, sko. Urðum að vekja athygli á þessu frétti vikunar, er þetta ekki annars fréttir, átt ekki erindi við ykkur hlustendur, lesendur, áhorfendur? Við gerum örstuðlega fyrir auglýsingar. Lexus LBX, nýr og litríkur karakter, bíll ársins hjá Whatcar 2024. Lexus, Kauptúni. Þú erum farið verið annað mál, við höfum áður nefnt það hérna lauslega í þessum þætti og ánægast að gera svo sem mikið úr því að líta megi á menningu okkar hér á Vesturlöndum sem dauðaköld í ákveðnum skilningi. Mörg stefnumál stjórnmálanna hníga í þá átt að halda áfram að draga úr fæðingartíðina meðal borgara. Og hér á Íslandi, sem víðar, hefur fæðingartíðinni gjörsamlega hrunið, þannig að mannfjöldin er hættur að viðhalda sér. Þetta blasir við. Og þetta er svona fæðingarhlutin af málinu. Við stuðlum markvisst að færri fæðingum með aðgerðum okkar. En ef við erum í þeim gír að saka Vesturlöndum að vera dauðaköld, þá er næsta eðla að skrifa að byrja líka á hinni hliðinni, sem er dauðahliðin. Það er að segja ekki bara minnka fæðingarhliðina, heldur líka auka dauðahliðina. Og í þeim efnum þá er þetta greina frá því að þingflokk Viðreisnar lagði fram frumvarp þess efnis í síðasta mánuð að heimila svonefnda dánaraðstoð í íslensku heilbrigðiskerfi sem á að gera fólki sem býr við, innan gesalappa, ómeðhöndlanlega og óbærilega þjáningu
sem á að veita þeim rétt til þess að þiggja aðstoð frá lækni við að deyja með lyfjagjöf. Svona líknardauði hefur verið lögleitur sem staðar á Vesturlöndum nú þegar og í greinargerð frumvarpsins, sem að gera það líka hér, segir að ólögmæti dánaraðstoðar á Íslandi takmarki grundvallar réttindi einstaklingsins til að taka ákvarðanir eigin líf. Þar að segja það að mega ekki deyja með aðstoð læknis að það sé takmörkun á grundvallar réttindum einstaklingsins og óneitanlega er það ein leið til að líta á málið. Frumvarp Viðreisnar er sagt byggja á hollenskum lögum en segja má að hollendingar hafi verið þekktir eða alrændir eftir því hvernig á það er litið fyrir nokkuð djörf skref í málefnum líknardauða. Í bandaríska miðlinum The Free Press birtist í vikunni viðtal við hina 28 ára hollensku konu Soraya Ter Beek sem stefnir á líknardauða í upphafi næsta mánaðar. Í viðtalinu segir að Ter Beek hafi átt sér drauma að klára skóla og verða sálfræðingur en að þunglindi hennar einhverfa og jaðar persónleikaröskun hafi aftræðinni. Því sé hún nú orðin þreytt á að lifa þrátt fyrir að vera ástfangin af fertugum kærasta sínum sem er forritari. Þau búi saman í fínu húsi við 2 ketti. Sem sagt, líknardauði sem var áður hugsaður fyrir fólk með ólæknandi veikindi á lokastígi hefur í auknum mæli að því segir í þessari grein verið notaður þessi líknardauði sem úrræði fyrir andlega veikt fólk og það vísa í sérfræðing í málaflokknum í þessari grein og hann segir að líknardauði hafi normaliserast á síðustu misserum á meðal lækna og sálfræðinga og hætt að vera það örþrifaráð sem hann var. Það er beintilvitnin hér. Ég sé að verið að fara þessa leið á meðal fólks með andleg veikindi, sérstaklega ungs fólks með andleg veikindi, þar sem heilbrigðisstarfsfólk virðist gjarnara að gefast upp á fólki en áður. Þetta segir þessi sérfræðingur. Já, þetta er líknardauði í Hollandi og þetta á að verða fyrirmynd okkar hérna heima, samkvæmt þessu frumvarpi Viðreisnar. Þetta eru meiri háttar flóknar siðferðislega spurningar sem ég efast ekki að verði ræddar töluvert á komandi tíma vegna þess að það er mikill stuðningur við þessa líknandi meðferð alla og ég er maður sem ekki að móti þessu sko en þetta hljómar eins og maður alltaf tala hálslóð sko að feta ef maður byrjar. Yfir í annað, það eru stríðstímar og það fer eftir hvernig þú spyrð hver það er sem vill vera í stríði. Á undanförnum árum hafa Bandaríkin ekki hikað við að taka þátt í stríði ef þeir telja þess þurfa og margir benda í því samhengi á eilíðarvélina sem er hergagnaiðnaðurinn að þetta þurfi einhvern veginn að halda áfram að malla. En stríð er ekki náttúrulögmál, stríð eru ákvarðanir stjórnmálamannana og eins og við höfum bent á í þessum þætti þá hæfir það eiginlega ekki 21. öldinni með sinni háþróuðu tækni og háþróuðu vopnatækni að þjóðríki leysi ágreining sinna milli með hernaði. Það er ekkert göfugt við það, það er ekkert kallmannlegt við það, það er bara hrein og bein sturlun. Það er normalíseruð hugsun hjá okkur að það sé eðlilegt að Bandaríkin standi í eða komi nálægt einhverjum stríðsrekstri á hverjum tíma. En það er svolítið áhugavert að skoða söguna í því samhengi. Þarf þetta að vera svona? Er þetta náttúrulögmál? Var þetta hugsunin með stofnun Bandaríkjanna? Edward Snowden, uppljóstrari, deildi áhugaverðri tilvitnun í einn landsföðurinn á X á dögunum, enginn annar en Benjamin Franklin sem þar heldur á penna, hann var auðvitað mikill blaðamaður og annað á sín tíma og Benjamin Franklin skrifar: Það hefur aldrei verið neitt sem heitir gott stríð eða slæmur friður. Þvílíkar framfærir og umbætur í lífnaðarháttum sem manninum hefði mátt hlotnast ef peningnum sem varið hefur verið í stríðsrekstur hefði verið varið til almanna heilla. Betri landbúnaður, jafnvel landbúnaður á fjallstindum, hvaða ár hefði ekki mátt brúa, hvaða vassleiðslur, hvaða nýju vegi og önnur mannvirki hefði ekki mátt byggja með því að verja milljónunum í eitthvað gott, þeim milljónum sem í staðinn var varið í óskunda, varið í að kalla hörmungar yfir þúsundir fjölskyldna og skemma líf svo margs vinnandi fólks sem hefði annars lagt gott af mörkum til samfélagsins. Þetta er frá 18. öld á líklega ennþá við og jafnvel hefur aldrei átt betur við en hún í dag. Þetta er mikilvæg skilaboð frá Benjamin Franklin, ekki til sem heitir gott stríð eða slæmur friður. Þetta gleymist. Eitt í viðbót á lokum. Við fjölluðum á ritstjóri.is í vikunni áform stjórnvalda þess efnis að hleypa íslenskum lífeyrissjóðum að meiri þunga inn á leigumarkað með íbúðarhúsnæði. Það er að segja, núna á að leyfa lífeyrissjóðum að fjárfesta í leigufélögum. Það var að leyfa þeim að fjárfesta í hagnaðardrifnum leigufélögum í meiri mæli en verið hefur. Og fjármálaráðherra hefur kennt áform þessa efnis að breyta lögunum í þessa átt. Og því er haldið fram að með þessu þá komi fjársterkir aðilar inn á þennan markað
og þar með muni hvatar batna til þess að byggja meira húsnæði og það er eiginlega ekki hægt að mótmæla þessum rökum. En ég benti á hitt í greininni sem ég skrifaði þetta á ritstjóra.is í vikunni að það er ekki ólíklegt að þetta sé enn eitt skref Íslendinga í átt frá séreigna stefninu svo kalluðu. Það er að segja séreigna stefnan að fólk eigi sitt eigið húsnæði. Og þessi þróun í átt frá séreigna stefnu er alþjóðleg þróun. Það má leika sig að því og ég gerði það nú í þessari grein að setja hann í samhengi við útbreyta tilfinningu almennings að almenningur eigi sífellt minna og leigi sífellt meira. Þessi tilfinning liggur í loftinu. Hún er ekki á sandi byggð. Það er ekki ástæðulausu sem orð danska jafnaðarmannsins Ida Auken á World Economic Forum á sínum tíma hafa náð flugi, var ég sagt, og orðið að dystopísku slagorði. Hún á að hafa sagt, þú munt ekki eiga neitt og þú verður hamingjusamur. Þú munt ekki eiga neitt og verður hamingjusamur. Getur þú hugsað það? Gríski fjármálaráðherrann fyrrverandi og samfélagsrýnin Yanis Varoufakis heldur því fram að við búum í raun og veru nú þegar í því sem hann kallar postkapitalísku samfélagi sem er techno-feudalism, léns skipulag tækninar einhvers konar. Þar sem lénsherrar eiga allt en leiguliðarnir leigja allt frá heimilistækjum og bílum til heimilina sjálfra og lóða og Varoufakis sem ekki að tala stóru tæknifyrirtækin í þessu samhengi, að þau séu lénsherrarnir. Og ef við sjáum fyrir okkur lénsskipulagið á miðöldum í Evrópu, þá getum við gripið niður í lífsskilyrði leiguliða eins og þeim er lýst á Wikipedia. Þeir þurftu ofta að vinna 3 til 4 daga vikunar fyrir lénsherra upp í leiguna og afganginn af vikunni unnu þeir við að rækta mat fyrir sig og fjölskyldu sína. Sumir bændur unnu inngöngu á agrunum en þeir þurftu þá að borga lénsherranum mikinn meiri hluta þess en þeir ræktuðu. Hljóma kunnulega eða ekki? Er þetta svo framandi? Maður spyr sig. Þú munt ekki eiga neitt og þú verður hamingjusamur að segja þig. Það er dystopísk pæling dagsins. Þetta er ekki mikið lengra hjá okkur í fréttum vikunar að þessu sinni. Ritstjóri.is fremst í fréttamiðl landsins, segja margir. Fylgir ritstjóranum á öllum miðlum, Instagram, TikTok, Twitter. Við minnum á samstagsaðilana Þótt Þorgrímsson, Myndkaup og Reykjavík Fótó. Minnum á grunngildi þessara starfsemi, ást á ættjörðu, ást á sannleika og svo sjáumst við hér að vikuleiðinni í bildinni. Guð bless ykkur.